Atvinnupúlsinn í Skagafirði gerður í samstarfi við Fisk, Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitarfélagi Skagafjörð. Komið sæl og velkomin í 7. þátt Atvinnupúlsins í Skagafirði. Atvinnumálin eðli málsins samkvæmt í brennidepli í þessum þáttum. Fyrsti gestur okkar í dag framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra hafa með sér samvinnu á ýmsum sviðum. Saman mynda þau samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Samtökin eru hagsmuna, þjónustu og samstarfsvettvangur sveitarfélagana. Já, við rekum samkvæmt samningi við Byggðastofnun atvinnuráðgjöf, sveitarfélögin í sameiningu og höfum aðalega sinnt ráðgjöf til lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Við erum ofta að hjálpa fólki að stofna fyrirtæki, sækja lán og slíka hluti. Við höfum ekki fram þessu verið að fást mikið við svona stærri verkefni, þó höfum við unnið svolítið að hugmyndum í kringum Hafurstaði. Þar var hugmyndin að setja upp stóra verksmiðju á sínum tíma og það svona verið að vinna ákveðna skipulagsvinnu kringum þetta mál. En atvinnumála fulltrúinn, hann sem sagt að fá inn á borð til sín alls konar hugmyndir sem að upp eru? Jú, við fáum mikið af svona sprotum sem að taka sín fyrstu skref og það auðvitað mjög skemmtileg vinna að aðstoða slíkt fólk og reyna að koma í veg fyrir að detti ofan í alla pittina. En hvernig gengur ykkur að halda í ungt fólk? Það gengur mjög misjafnlega eftir svæðum innan landshlutans. Ég hugsa að þéttbýlið og Sauðárkróki standi nú hvað best hvað það varðar, enda fjölbreyttast starfa framboð hér. En það gengur verr í dreifðari sveitarfélögunum. En hvað með að styrkja þau fyrirtæki sem að eru á staðnum, verslun og þjónusta til dæmis? Jú, það auðvitað mikilvægt fyrir fyrirtækin í landshlutanum að fólki versli sem mest við þau. Það segir sér nú nokkurn veginn alveg sjálft. Og við höfum verið í svona smá átaki að auglýsa það og minna fólk á það að við sköpum okkar framtíð hérna sjálf og með því að versla heima fyrir. Þá erum við auðvitað að styðja og styrkja búsetu okkar sjálfra. Það auðvitað grundvallaratriði í þessu. Og hvernig hefur þetta gengið eða í hvað jarðveg hefur þetta fallið? Ég held að þetta hafi bara vakið athygli og verið jákvætt litið til þessa átaks okkar. En hvað segja ykkar rannsóknir ánægju vogin með innviðina? Fólk almennt ánægt með það sem að sveitarfélögin eiga að sjá og svo kannski minni ánægja með það sem að ríkið á að sjá Það svona yfirleitt, það þannig? Jú, það alveg sambærilegt hér að þjónusta sveitarfélagina yfirleitt. Mælist yfirleitt mjög vel fyrir en innviði ríkisins mun síður vegir og slíkt. En þegar þú horfir svona niður á atvinnulífið, hvar það svona sem að gulu ljósin blikka að þínu viti? Það náttúrulega í landbúnaði og búseta í dreifbýli. Þar rauðu ljósin eiginlega alveg komin á hjá okkur og við höfum og viljum gera það sem við mögulega getum til þess að byggja undir aukna tekjusköpun í sveitum. Okkur finnst það að vera grundvöllur fyrir búsetur reynlega í landshlutanum. En fólkið almennt, hvað segir það? Það vill væntanlega vera á staðnum. Jú, það nú alveg sýnt sig að þegar að tækifæri hafa skapast, þá ekkert vandamál að fá fólk til þess að koma og búa á stöðunum. Við höfum séð þetta mjög rækilega, til dæmis þegar að fæðingarorlofssjóður var fluttur til Hvammstanga. Þá flutti fólk beinlínis til þess að koma og vinna í sjóðnum. Fólk sem hafði kannski ekki gert ráð fyrir því að geta flutt aftur til Hvammstanga. Út af því að það var búið að læra og fekk ekki þau tækifæri sem það var að sækjast eftir.
Umræða byggðastefnu, hvernig finnst þér hún hafa þróast almennt? Mér finnst umræðan hafa batnað á síðustu misserum og það svona aukinn þungi finnst mér í pólitíkinni að hugsa meira byggðirnar og mikilvægi þess að landið sé svona meira og minna allt í byggð og við hljótum að þurfa að taka það mjög alvarlega. En þegar þú lítur yfir sviðið, hvar liggja helstu sóknarfæri Norðurlands vestra? Þau liggja auðvitað í fólkinu og kraftinu sem í fólkinu býr. Við getum ekki búist við því að það liggi nokkuð staðar annars staðar. Látum þetta gott, Björn Líndal, þakka þér fyrir komuna í Atvinnupúlsinn. Takk fyrir. Næst heimsækjum við steypustöð Skagafjarðar sem einnig rekur efnisvinnslufyrirtækið Króksverk. Það mikið byggt í Skagafirði sem þýðir væntanlega að mikið að gera hjá fyrirtæki sem framleiðir og selur steypu. Og svipaða sögu að segja Króksverk. Uppbygging vegakerfisins kallar á mikla efnisvinnslu. Framkvæmdastjórinn bjartsýnn enda sér hann fram á metár í steypunni. Gríðarleg aukning. Núna hefur verið stígandi í síðustu ári, það bara sprenging núna í þessu. Mikið byggt í sveita, fjós og svo bara hérna einstaklingar í bænum. Ég held að sé einhver 40 hús í byggingum. Þetta þá væntanlega svona með stærri árum sem að þið eru núna að ljúka við? Já, ég veit ekki þess að það hafi verið stærri ár hér. Það var 84, var gott ár hér en þetta mikið meira. Ertu farin að sjá eitthvað fram á svona næsta ár? Já, maður hefur heyrt af framkvæmdum sem hefur verið að ýta bara á undan fram á næsta ár sem átti jafnvel að fara í á þessu ári. Þannig að þú skynjar jákvæðni í fólki? Já, mikla jákvæðni. En hvað með aðgengi að jarðefni fyrir steypustöðina? Við erum með námu hérna fram í firði sem mjög góð, hún bara sjálfbær. Við tökum efni úr Héraðsvötnum sem það ekki langur tími frá því við tökum efnið þangað til að við getum ekki séð að það hefur verið hreyft við neinum. Þannig að það mjög fínt. Það væntanlega ekki margar steypustöðvar sem að standa svo vel? Nei, ég held ekki. Steypustöðin sinnir ýmsum verktakaverkefnum svo sem jarð- og lagnavinnu. Til stendur að auknu fjármagni verði veitt til uppbyggingar vegakerfisins og það kemur sér vel fyrir efnisvinnslufyrirtækið Króksverk. Við verðum var við það strax núna. Það virðist vera að koma peningur í efnisvinnslu. Það okkar aðal viðskiptavinur vegagerðin og það greinilegt að hún að bæta við í því. Þannig að hjólinn koma til með að snúast hjá steypustöðinu og Króksverki á næstu misserum? Já, ég sé ekki annað. Það bjart fram undan. Við ætlum þessu næst að kynnast starfsemi sjávarútvegsfyrirtækisins Dögunar á Sauðárkróki sem sérhæfir sig í veiðum og vinnslu á rækju. Í dag eru aðeins nokkrar rækjuverksmiðjur starfræktar á Íslandi. Áður voru þær í kringum 30 talsins. Dögun hluthafi í útgerð í Eistlandi sem gerir út nokkra stóra togara. Sú útgerð sér Dögun fyrir hráefni auk þess sem Dögun gerir út skipið Dag SK hér við land. Við erum að vinna hérna svona 6-8 tonn ári af hráefni og fáum það svona jafnt og þétt inn. Mest á vorin, sumrin og haustin, svona minni veiða á veturna. En þetta rækja sem veit á mikið af þessum stóru skipum og hún unnin, þeir að hífa trollið 4 sinnum á sólarhring og bara fryst strax. Þannig að hráefni mjög ferskt þegar þeir ganga frá því og við tökum það síðan bara fljótlega eftir löndun. Og eru búin að þróa hérna aðferði við að þýða upp þessa rækju og síðan sjóða og pilla. Þannig að þessi tvífrysta rækja orðin mjög
lík í gæðum og bara fersk einfrýst rækja. Ekki alveg eins, það aðeins önnur áferð á henni, en samt bara mjög góð rækja. Og svo með það sem við erum með að gera hérna eitt skip út bara við Íslandsstrendur og það skip sem að landa hérna þá vikulega. Svo kaupum við stundum öðrum skipum sem að landa hérna og það unnið náttúrulega bara strax daginn eftir og bara hágæða og mjög góð vara. Óskar segir að vel yfir 90% framleiðslunnar fari á erlenda markaði. Gengi íslensku krónunar skipti fyrirtæki því afar miklu máli. Starfsmenn dögunar að jafnaði á bilinu 25 til 30 talsins. Í verksmiðjun á Króknum unnið úr 30 tonnum af hráefni á dag og verksmiðjan notar 1 milljón lítra af vatni á hverjum einasta vinnsludegi. Já, þetta mjög vélvætt og eiginlega sennilega það mest vélvætta í fiskiðnaðinum allavega með að við erum að vinna vöruna, við erum að taka rækjuna í skel hráa, við erum að sjóða hana og pilla hana og pakka þessi í neytendapakningar og við erum kannski að skila þessu í 12-13 tonnum á dag og stundum kannski ekki nema 15-17 manns í vinnslulínunni við þetta og við erum að skila þessi í 270 grama pókum eða 50 grama pókum sem sagt hluta af framleiðslunni. Þannig að þetta er mjög tæknivægt. Hvað tekur það rækjuna langan tíma frá því hún kemur inn í hús hjá þér og þangað til hún komin í neytendapakningar? Sko, ef við erum með frosið hráefni þá þurfum við að þýða það upp. Við erum með það í uppþýðingu í sólarhring. En eftir þennan sólarhring þá fer þetta sem sagt inn í vinnsluna og við byrjum á að sjóða þetta og pilla þetta og fristum þetta og pökkum þessu svo í neytendapakningarnar og þetta eru svona 30 mínútur, 25-30 mínútur sem þetta tekur. En það rétt að þið getið tekið hverja einustu rækju og rakið uppruna hennar? Já, það alveg fullur rekjanleiki á vörunni en hvort það myndi ruglast innan veiðidaga, ég veit það nú ekki en þetta allavega mjög nákvæmt. Við getum alveg sagt á hvaða veiðiferð þetta var og á hvaða veiðisvæði þeir voru að vinna þetta og erum með dagsetningarna líka á þessu. Skelin fer til Siglufjarðar þar sem kítósan framleitt. Hilmar segir að nýtingin hafi batnað mikið á undanförnum árum og hann sér fyrir sér að tæknivæðingin haldi áfram. Það stemt að því að vera með hana vel tæknivædda verksmiðjuna svoleiðis að við getum keppt hráefni. Við erum alltaf að keppa við hráefni, við erum að keppa við verksmiðjur í Kanada, Grænlandi og svo aðra verksmiðjur hérna á Íslandi. Þannig að við ætlum okkur að reyna að vera í fremstu röð og það hefst bara með því að vera með tæknivædda verksmiðju og gott starfsfólk. Og framkvæmdastjórinn segir í athugun að tæknivæða starfsemina enn frekar. Það þýðir þó ekki endilega fækkun starfsfólks. Svo erum við líka í ákveðnu vöruþróun með að flytja út ferska rækju og það aðeins öðruvísi vinnsla og þurfum þá meira fólk í það. Þannig til lengri tíma ekki endalaust að það verði einhver varanleg fækkun, heldur bara næst breyting á störfum. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn þar sem kastljósinu beint að atvinnumálum í Skagafirði. Með aukinni tækni í fjarskiptum hefur færst í vöxt að fyrirtæki ráði til sín starfsfólk sem starfar fjarri sjálfum vinnustaðnum. Í daglegu tali talað störf án staðsetningar. Hugbúnaðarfyrirtæki Stefna á Akureyri hefur opnað starfsstöð á Sauðárkróki. Hérna skiptir staðsetning starfsmannsins ekki höfuðmáli. Ég er búinn að vera í Hrísey í 5 ár og starfa þaðan. Svo Stefna með líka starfsstöð í Kópavogi. Það starfsmaður frá okkur í Svíþjóð. Þannig að það rauninni, Stefna hefur alveg verið mjög opið fyrir því að fólk getur unnið bara þaðan sem það vill og þar sem það vill búa. Og það náttúrulega mjög frábært að hafa þannig möguleika. Heldur þetta sé auðveldara í hugbúnaðargeiranum heldur en öðrum starfsgreinum? Já, líklega það nú svona það sem það getur eitthvað unnið fyrir framan tölvu, En það þetta bara, sjálfsagt, það bara mismunandi, ég þekki það ekki,
þetta allavega mjög lítið mál þannig séð fyrir mig. Hver eru þín helstu verkefni? Ég forritari og ég tek við heimasíðu sem búið að hanna og set hana upp í Moja vefumsjónarkerfinu sem að stefna á. Þannig að ég sé til þess að vefurinn líti rétt út í öllum mögulegum skjágerðum og stærðum og símum og ef þú prentar hann út þá þannig að líta rétt út og þú hlustar á hann með skjálesara eða þú verið blind og myndir vilja fara inn einhvern veginn þá þannig að hlusta eða heyrast rétt. Þannig að það er ýmislegt sem við uppsetjarnir þurfum að hafa í huga. Það er lítið mál fyrir Ingólf að sitja fundi hjá stefnu í gegnum fjarfundabúnað. Ingólfur segir að viðskiptavinirnir verði ekkert varir við hvar á landinu eða í heiminum hann er með aðsetur. Ingólfur segir að fjölskyldan hafi meðal annars ákveðið að flytja til Sauðárkróks vegna íþróttastarfs og aðstöðu. Við erstu sonur okkur á fullu íþróttum og okkur langaði til þess að geta verið á stað þar sem er mikið íþróttalíf. Hvernig hefur ykkur verið tekið? Bara ljómandi vel. Það er allir bara mjög almennilegir sko. Og stendur íþróttalífið undir væntingum? Já, það gerir það. Og náttúrulega frábært að vera að fá nýjan sparkvöll og bara greinilega verið að auka í frekar en hitt sko. Þannig að já, það er bara mjög mikill metnaður fyrir því sem maður mennir að gera hérna, sé ég. Við keyptum okkur hús sem er svona miðsvæðis. Þannig að það er náttúrulega mjög stutt að fara bæði í íþróttavöllinn og skólann og svo hingað í vinnuna til mín og í búðina og svona. Þannig að þetta er náttúrulega bara allt á einum stað og svoleiðis. Það náttúrulega hefur mikinn kost sko. Það þarf ekki að vera að skutlast á bíl eitthvað langa vegalengdir sko. Við höldum næst í Kjarnan sem er 4400 fermetra húsnæði á Sauðárkróki og hýsir starfsemi bílaverkstæðis KS, vélaverkstæði og tengil rafmagnsverkstæði. Kjarnin opnaði árið 2009 á 120 ára afmæli Kaupfélags Skagfirðinga. Segja má að tæknin ráði ríkjum í þessum deildum. Við kynnum okkur fyrst starfsemi bílaverkstæðisins en þar starfa nærri 30 manns. Tækninni hefur náttúrulega fleygt gríðarlega fram í þessum geira og höfum lagt mikið upp úr því að vera með nýjustu tækni og fylgja bara þeim straumum sem eru í gangi á hverjum tíma og keppa við þá stóru. En þetta kallar væntanlega á mikla sérhæfingu? Já, við erum reyndar að vinna fyrir öll stóru þjónustumboðin og öll tryggingafélögin líka og erum sem sagt þurfum að vera með græjur til þess að þjónusta alla bíla. En nútíma bílaverkstæði er algjör andstæða við verkstæði fyrir nokkrum áratugum? Samkeppnisaðilinn okkar var náttúrulega bílskúrinn á sínu tíma en öll sú vinna sem fer þar fram í dag er bara svo ofboðslega takmörkuð að þetta er búið að breyta svo hratt núna að þetta er allt orðið svo tæknilegt að bílskúrinn ræður bara ekki við þetta lengur. Marteinn segir að Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki sé afar mikilvægur varðandi menntun starfsfólks. Við fórum semst í átak með skólanum, kaupfélagið og sveitarfélögin hérna í kring í að byggja skólan upp þannig að hann sé að kenna nemendum á ný tæki. Þannig að við erum að fá inn starfsmenn sem að kunna á tækin sem við verðum að vinna á hér. Og það er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að skólinn vilji spila með okkur og væntanlega samanskapið að við viljum spila með honum því að þetta er svona samspil okkar á milli að búa til vélvirkja og bifvélavirkja. Hann segir að flestir viðskiptavinir bílaverkstæðisins búi í Skagafirði, sömuleiðis leiti margir úr nágrannasveitarfélögum til verkstæðisins. En höldum þessu næst yfir á vélaverkstæðið á Kjarnanum. Þar starfa 30 manns sem sinna nýsmíði og viðhaldi ýmiss konar. Vélaverkstæðið heldur líka út í pípulagningadeild. Stærsta verkefnið þessa dagana er uppsetning próteinverksmiðju á Sauðárkróki og verkefnið er stórt.
Já, gríðarlega stórt og margar stundir sem að liggja þar að bak við. En svona mjög skemmtileg vinna. Þetta er sem sagt svona mikið til ryðfríðsmíði og þannig að þetta er svona mikil fínsmíði sem að fylgir þessu. Verkefnisstaðan hjá okkur er mjög góð. Við erum í ýmsum verkefnum. Þar á meðal höfum verið mikið í próteinverksmiðjunni á Króknum og sundlaug Sauðárkróks erum við að fara að taka í gegn. Þetta eru verkefni sem eru á dagskránni og kaupfélagið Varmahlíð. Við erum að fara að taka það í gegn frá A til Ö. Svo er það bara hinn almenni kunni út í bæ sem við erum í. Náið að sinna honum eitthvað? Þetta eru svo mörg og stór verkefni. Auðvitað er það erfitt, við erum fáir en við gerum okkur besta og jú, við sinnum því. Nú ert þú búin að vera í þessu síðan 88, jafnvel kannski 83 ef allt er talið. Hefur alltaf verið brjálað að gera hjá pípurum á Króknum? Já, það hefur alltaf verið. Það er þannig að þegar ég er í þessu þá erum við bara sennilega 4 hérna og þá vantaði menn í þetta og sú staða er ennþá í dag. Við höfum alltaf verið að berjast við það að reyna að fjölga í þessari stétt. Það er alltaf það mikið að gera en menn hafa ekki alveg komið nóg inn í það en samt hefur verið endurnýjun. Hvernig er framtíðin fyrir pípara á Króknum? Hún er mjög björt. Það er brjálað að gera og eins og við segjum, okkur vantar menn. Þannig að hún er mjög björt. Marteinn segir að lykillinn að farsælum rekstri sé hæft starfsfólk og góður og réttur búnaður. Já, lykillinn er fyrst og fremst hæft starfsfólk, góður búnaður og bara að þú sért að vinna með tæki sem að nútíminn krefst og svo náttúrulega bara aðstaðan líka. Við erum hérna í húsi sem var byggt 2009 og vorum að sameina á einn stað þennan rekstur hér sem að var á 5 stöðum í svona frekar lélegu húsnæði á flestu stöðum. Hvaða máli skipti það að hafa þetta allt saman á einum stað? Það er náttúrulega gríðarlega þægilegt fyrir viðskiptavinina að geta komið hafa alla þjónustu á einum stað. Hvort sem þú ert að fara að láta gera við brauðristina þína eða togarann, þá kemur á sama stað. Næst höldum við í gestastofu Sútarans á Sauðárkróki sem er í einu sútunaverksmiðjunni í Evrópu sem framleiðir leður úr fiskróði. Gestastofan er vinsæl meðal ferðafólks. Með gestastofunni er almenningi opnaður aðgangur að sútunaverksmiðju og afurðum hennar. Boðið er upp á skoðunarferðum verksmiðjuna þar sem fylgst er með því hvernig roðið er sútað, svo úr verði fiskleður sem í dag er til dæmis notað í hátísku vörur. Just a little smile. That's all I ask of you. Til dæmis með hlýran okkar í þessum fallega græna lit. Og við framleiðum úr 4 tegundum. Við einblínum á hlýra, karfa, lax og þorsk. En fiskileðrið er svo sterkt. Svo mikill tógkraftur í skinninu. Þetta er umverulega 7 sinnum sterkara heldur en oft tíðan eins og lambaleður, kálfaleður, annað svipað leður. Og það er einfaldlega bara því að fíbrurnar í skinninu fara í criss-cross en ekki bara upp og niður. Og þá er það bara tógkrafturinn mun meiri. Það er bara hálfgeitt svona net inn í skinninu. En flestir hugsa, nei, fiskiróð, það er nú eitthvað aumt og lélegt. En það bara er ekki raunin og þess vegna er fiskiróðið svo gott í hluti sem þurfa að vera mjög bara þolamart eins og skó, töskur, alls konar textíl, stóla, klæðastóla, innan í bíla og svona alls konar skemmtilegt. Hérna er hlýran í
náttúrulega lit eins og við köllum hann, svona grár. En eins og þið séu bak við mig þá erum við með alls konar liti. Í hvað leðrið helst notað? Það svo fjölbreytt að það bara ímyndunaraflið þitt sem stoppar þar. Þetta notað í fatnað og skó og skart og einn sem ég veit að framleiða línu á hjólabrettum, hann notar þetta sem skraut á þau. Og baðfatnað, stóla, húsgögn, það verið klæddir heilu veggirnir á hótelum og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að já, það bara ímyndunaraflið sem stoppar þar. Er þetta harður bransi? Mjög, mjög. Það til rosalega mikið af góðum framleiðendum í heiminum í leðuriðnaðinum bara. Og við erum að flytja sirka 98% af öllu sem við framleiðum út erlendis. Mest á svona verstur Evrópumarkað, Asíu svolítið og til Bandaríkjanna. En já, keppnin mjög hörð, þannig að það eins gott að standa fast í lappirnar. En hvernig að reka svona fyrirtæki norður í landi? Það hefur kosti og galla. Það alveg, við þurfum að senda allt mjög langan veg, eins og við getum ímyndað. En efnið okkar hérna að hluta til og hérna fólkið okkar, svo verksmiðjan. Og hérna varð bara hugmyndin til. Af því að við erum að selja á þessa markaði, þennan hátískumarkað sem við erum að gera, þá líka verðum við alltaf að vera með réttu litina, áferðirnar, allt saman, hauslínu, vetralínu og koma alltaf með nýtt og ferskt efni að halda áfram hvert sísón. Því ekkert að slappa af. Í næsta þætti atvinnupúlsins í Skagafirði höldum við áfram að ræða við fólk sem gjörþekkir atvinnulífið og við kynnum okkur starfsemi ýmissa fyrirtækja.